Já. Hjörtur Bergstad, þetta búið að vera áhugaverður fundur, má orða það þannig? Ég veit ekki hvort það sé búin að vera áhugaverður, þetta búið að vera mjög sérstakt og mér finnst bara mjög dapurlegt að við séum að missa allt þetta hæfa fólk. Halli náttúrulega búin að eyða alveg gríðarlega mikið af sínu tíma í að stjórna Landssambandinu og mér finnst afskaplega dapurt að hann skuli skilja við þetta svona. Og eins restin af stjórninni segir af sig líka og mér finnst það líka mjög sorglegt. Það er gríðarlegur viska sem að fer með þessari stjórn. Það var haldinn fundur í bakherbergi, má orða það þannig, með öllum formunum félaganna. Hvernig var andrúmsloftið á þeim fundi? Andrúmsloftið var kannski ekkert mjög slæmt. Ég held að það var alveg einhugur hjá öllum formununum að reyna að leysa þessi mál og reyna að bregðast við þessu eins vel og hægt er. Við erum náttúrulega í gríðarlega erfiðri aðstöðu og ég held að það sé alveg klárt hjá öllum hestamannafélögum í landinu að héðan frá þessum, frá og með deginum í dag þurfum við að labba saman í takt. Við verðum, ef við ætlum ekki að ganga bara hreyfingunni og hestamennskunni bara dauðri, þá verðum við að læra að fara að virða skoðan og hvað svona og labba í rétt átt og ég held að það sé kannski ástæða verið því að hlutinni séu svona. Við tölum allt og lítið saman. Við hittumst allt og sjaldan. Ég held að það hafi verið mikil mistök á sínu tíma þegar þessi þing voru urðu annað hvert ár. Þannig að ég veit ekki, við þurfum allavega að finna einhverja leiðir til þess að fólk fái að virða sína skoðanir þannig að þetta endi ekki alltaf í þessum stríðum. Ball í kvöld, ekki? Jú, við verðum að gera það. Við sleipnir á afmæli og við megum ekki láta það gestir okkar hér gjalda þess að þingið hafi farið svona og ég ætla bara að óska þess að það mæti sem flestir og við verðum að geta slíðra sverðin og sem við gerðum á fundunum og ég ætla kannski komið líka klárt fram að allir formenn hestamannafélagana inn á NLH lýstu yfir 100% stuðningi við þessa starfsstjórn sem er starfandi núna. Þannig að, og við erum búin að ákveða það, formenn hestamannafélagana, að hittast næstkomandi laugardag og tala saman og við ætlum að reyna að ganga í takt til þingsins eftir 3 vikur. Þannig að framtíðin er bara björt? Já, við verðum að horfa bjartur á veginn, þó við séum ekki kannski öll sammála niðurstöðu þessa þings, að ég ætla ekki að fara að tjá mig þessi deilumál, ég meina það eru mjög skiptar skoðanir. Við höfum núna aðeins tíma til að hugsa hvað við viljum gera og ég held að við bara nýta hann vel. Þannig að þið byrjaði að dansa í takt í kvöld og ganga síðan í takt á morgun? Já, við ekki orða það eitthvað niður svoleiðis, en ég meina það er bara forsenda fyrir þessu að við gerum þetta í sameiningu. Líst vel á þetta, Hjörtur. Bara góða skemmtun og takk fyrir spjall. Takk sömuleiðis.